Ég ætla reyndar að sýna hérna smá bút úr mynd sem verður frumsýnd innan tíðar og það Draumalandið. Eftir hann hérna, sem byggð á bók Andra Snæs Magnasonar, það Þorfinnur Guðnason, hinn frábæri heimildagerðarmaður sem gerir þessa mynd og þetta náttúrulega pólitísk mynd, náttúrulífsmynd og hún á eftir að vekja mikla athygli og við erum öll bara að sýna smá bút úr henni til að minna á þetta verk. Það bara ein rétt skoðun til. Þetta það sem að Austfirðingar vilja. Ég kalla þetta hryðjuverk. Ég verð bara tekið fyrir þess að það verði byggja stóðir. Þetta bara gullgafara samfélag. I walked in and the person who greeted me and made me feel most at home was my friend here. And I've never forgotten that. Iceland has been a steady friend of the United States of America. Það bara hlægilegt þegar menn telja þessi vín við stórveldi. Það ekki til sem heitir vináttu við stórveldi. Það ekki nema hagsmunir. Það fer engin umræða fram þetta. Það bara komið rannsóknarleyfi, þetta rúlar á stað, svo bíða bara allir eftir álverspenningunum. Ef við nýtum ekki orkulindir landsins, þá mun hagvöxtur dragast verulega saman og þá mun atvinnuleysi aukast. Óttinn er sterk tilfinning. Að því gefnu að fólk átta sig ekki á að vera að spila með það. Þá hræðsla og öflugt stjórntæki. Frá því að vera þessi þjóð sem ætti að eiga öll tækifæri, búin að koma upp öllum sínum innviðum, búin til stefnan að gera Ísland að stærsta álframleiðanda heim. There's no question in my mind that Iceland has been hit by economic hitmen, more than one, where you go into a community and first of all you go to the most important political figures and you got to convince them. You give them this whole line about how good the economy is going to be. Þessar gríðarlegu framkvæmdir munu hafa mikið að segja fyrir okkar efnahagslíf. Þær munu færa okkur mikla hagsæld á komandi árum. Og hvað segja Húsvíkingar? Þetta er besta gjöf sem við höfum getað fengið að fá álverið. Ef þetta ekki stoppa núna, þá verður ekkert stoppað eftir 10 ár. Leggjum við fram þessa stærstu einstöku framkvæmd Íslandssögunnar og segjum öll saman í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Það ekki tísku að tala svona. Maður bara að vera kúl, alveg sami allt. Ekki hafa tilfinningu fyrir landinu, hvurslags þetta, og ekki hafa tilfinningu fyrir fjöllunum. Hversu mikið pening myndum við þiggja fyrir að selja þessum? Það, 2 milljarðar? 20 milljarðar?